Hér svona hefðbundið loftningskerfi með þennan styrk hérna, við mælum á loftningsmælinum hérna út af greiðunni 0,5 millivolt og það jafnt á 500 mikrovolt. Hvernig það? Það fyrsta núli hérna þá sem það verið þá 1 volt hérna og 0, 0, 0, þetta eru milli, þetta millisætið og svo 0, 0, 0, þetta mikrosætið og við erum með sem sagt 0,5 milli, ekkert hér er 0 og hér er 5. Þetta er 0 hérna og 0,5 hér, 0,5 hérna. Þetta er 500, 5 og 0, 0, 0, 0 hérna svona 500 mikrovolt, hérna, 500 mikrovolt. Ok, þessi magnari, hann magnar pluss 40 decibel, svo tapir köplum hérna, gefum okkur þessi minus 2 decibel, gegnumgástapi, það sem færi gegnum hverja dós, það tapið því, sem þessi samtals 3 decibel, og svo útgangstapið hér, út úr miðjunni, úr dósinni í sjónvarpið, það eru 18 decibel. Það er haft viljandi svona hátt tap hérna út, þannig ef að vírinn hér skamleipist, þá slekkur hún ekki á, þá sér þessi áfram og þessi sér áfram, það slekkur ekki á allir kerfinu. Og útgangstapið er alltaf svona kannski 15-20 decibel. Okay. Núna þurfum við að breyta hérna þessum halva millivolti í decibel miðað við 1 mikrovolt. Og þá bara deilum við 1 mikrovolt upp í þetta hér, það er bara svona 500 mikrovolt deilt með 1 mikrovolti er 500, þetta er mögnunin. Mögnun er spenna út deilt með spenna inn. Og spennan inn, við gefum okkur, hún sé alltaf 1 mikrovolt. Það er svona bara regla þessu loftningsumhverfi. Þannig að decibelin hérna, heitir það decibel mikrovolt, er þá jafnt á 20 sinnum log 500 og þetta er jafnt á 54 decibel mikrovolt. Decibel 1 mikrovolt. Ok, þannig að hérna getum við sagt að hérna merkið hérna úr greiðunni, þetta hérna er jafnt á 54 decibel mikrovolt. Nú getum við bara lagt saman úr decibelin, 54 pluss 50 mínus 2 mínus 3 mínus 18. Þetta er bara 54 hérna. 54 pluss 40 mínus 2 mínus 3 mínus 18. Þetta eru allt decibel hérna. Hér er decibel mikrovolt og hér bara decibel og decibel, decibel, decibel. Út af þá fáum við 71 decibel mikrovolt. Og þetta merkið hér, hérna út hérna, eru 71 decibel mikrovolt. Nú erum við breyta þessu í spennu, í millivolt. Af því að við vitum að sjónvarpið þarf 1-10 millivolt svo myndin sé skýr. Og þá tökum við það bara hér. Þá er það bara munið við, það er bara 10 í veldinu decibel hérna, 71 deilt með 20, svona. Þetta gefur okkur spennuna. Og þetta er þá jafnt og 3548 mikrovolt. 3548 mikrovolt. Og til að fá þetta í millivoltum, þá deilum við bara í þetta með 1000. Jafnt og 3,54 millivolt. Þannig að spennan hérna á vírendanum hérna er þá jafnt og, þetta er þá jafnt og 3,54 millivolt. Ok, þannig að þið fáið spennu hérna, þið deilið 1 mikrovoltu upp í hana til að fá hvað hún er mörgum sinnum hærri en eitt sem er þá mögnunin. Mögnunin hér er þá 500 og það bara formúla fyrir decibelin, 20.000 okkar upp inn á mögnuninni, fáðu decibelin ykkur, leggju þau við magnaran, dragið frá töpinn hérna og endin einhverju tölu í decibelum og breytið henni í millivolt með því að setja hana hérna sem veldisvísin hér, deilt með 20.
og fá út í mikrovoltum og breyta því í millivolt upp með 1000. Einfalt. Takk.